Áfylleikurinn hefjast. Dómari leiksins í dag Helgi Mikael Jónasson og honum til aðstofur ekki segja bara Títov og Sveinn Þórður Þórðarsson. Já, Títov á Þetta hlýtur að vera barnabarn sonur Óleg Títov, fyrirvændi handboltakappa. Við regnum með því. En hann spilaði þeim fram, Óleg Títov. Það heyrist mjög vel í mér núna. Nú allt að gerast. Og nú bíðum við bara eftir að dómari leiksins flauti leikinn á. Það er 11 sem byrja, sjáum við nú nýju regluna. Það þurfi ekki að vera 2 á miðunni til að taka. Það þarf ekki spyrnuna framfyrir núna lengur. Já, það er nýtt fyrir mér. Það má spyrna beint tilbaka. Þetta er eitt af nýju reglunum sem voru kynntar. Þetta einfaldar miðju í yngri flokkum alveg töluvert. Gerir það nefnilega. Og fyrir sumaði meistaraflokki. Og sumaði meistaraflokki. Við erum með best útsinni, við erum hérna með 1 bit á burðarbit á milli okkar. Þannig að við reynum að sjá allt með þessum 4 örum. Já. Hérna kemur boltinn upp á Elvar Árna, hann með hann hérna upp í horni. Ég reyna að ná hann upp nána og framúr með sljótt og ég get. Þú ert kannski betri í því en ég, Petti? Já, ég reyna að koma inn í betri stöðuna og sjá við. Archie vinnur boltan glæsilega. Kemur á Júrai, Callum. Alexander kom til K.A. núna fyrir mánuði síðan. Serbi. Framarar hérna. Indriði með boltan. Gerir upp Callum. Til varnar. Beint í Callum og innkast. Já, það er 10 mót, þetta er fyrsta innkasti. Óri Gunnarsson tekur innkastið, hann í hægri bakverði hjá framurum. Miðjumaður upplægi. Og hvaðan kemur hann? Hann framari, Kemur krossinn á teginn og Davíð skalla frá. En rangur. Davíð Rúnar Bjarnason uppalinn K.A. átti feikilega gott tímabili fyrra, var færður niður í hafsendin fjarveru Atlasveits þegar hann hætti og þótti standa sig með stakri prýði. Já, framararnir að koma mjög óvart með uppstillingu sinni í dag. Þetta er einhvern veginn 4-2-3-1. Já. Húsíngurinn Hafþór hérna á vinstri kanti, hann búinn að spila lítið á undirbúrstímabilinu, allan að síðustu leikjum fyrir mót. Svo Orri búinn að vera miðjunni eða fremstur á miðjunni í þessu leikjum og hann í hægri bakverði í dag. Það voru gaman að sjá hvernig þetta gengur upp hjá þeim. Hérna Hallgrímur að vinna boltan. Almar með honum hægra megin, fær hann upp. Krossar inn í. Það bara allt og fáir. Elvar Árni eini sem var líklegur til að ná þessu bolta. Framararnir komin og frá. Davíð vinnur hann fljótt aftur. Það var Hrannar sem tekur þetta innkast. Sendir á Hallgrím bróður sinn. Og mættu við flytja boltan yfir sem þeir gera. Callum. Júra með honum. Mér sýnist Callum alltaf, nei, hann hætti við að fara í Ólafsvík. Þetta hefur nei, hann þarna ennþá. Hann komin ótrúlega framalega Callum. Og fær hornið. Callum hefur verið að spila miðvörun fyrir okkur dálítið á þessu undirbúrstímabili, en svona með tilkomi Guðmanns þá var hann færður í vinstri bakvörðin í þessum leik. Já, það verður fróðilegt að sjá hvernig það kemur út. Hann ekki mikið verið að sækja upp, en nú, 3 mínútur búnir og hann búinn að fara einu sinni. Já, þannig að þetta byrja vel. Þá Júri sem tekur hornið. Fínasti bolti inn, en Stefano. Hann í markinu. Stefano the Beast. Þeir fengu þann leikmann frá leikni Fáskrúðsfirði. Já, keyptu hann eftir hann spilaði 3 leiki með þeim í Lengjubikarnum. Sagan segir að hún ekki líka að búa á Fáskrúðsfirði. Já, það ekki bara eðlilegt. Ég held það. Fín vörðan hjá Almari. Almar náttúrulega öllum hnútum, hann þekki framliðið út og inn. Já. Spilaði með fram í mörg ár. Og örugglega enginn sem á með honum. Jó, til henn. Nefna til henn? Já. Leiðir eftir mig.
Arsi fljótur að komast inn í boltan, Hrannar spinnur hátt upp, losa pressu. Framar fljótur að koma aftur inn í pakkan. Guðmann hreinsar hann upp. Hér liggur Hrannar eftir. Sá nú ekki alveg hvað. Hann lenti í ykkur samstæði við Gunnlaug hérna. Fengi högg á viðkomandi stað sín. Já, hann heldur allavega heldur við. Svo hann ekkert missi. Já. En svona Arsi Nkumu, þetta leikmaður sem kemur til okkar fyrir síðustu tímabil og hann var nú ekki alveg viss hvort að menn vildi fá hann eða ekki, en svo átti hann nú helviti gott tímabil. Spurning, nær hann að fylgja því eftir? Já, mér finnst það búin að vera taka framförum í vetur og orðin sterkari og betur leikmaður en hann var síðast sumar. Það kannski styrkur fyrir K að hafa fengið hann kannski aðeins fyrr heldur hann fá hann síðast og hann hefur náðu komið sér kannski í betra form. Já, sammála því. Og hann virtist líka hafa bara unnið vel í sínum málum úti, því sem þetta laga. Þetta er klárlega strákur sem við höfum eftir að horfa til. Ég kemur boltinn inn og Rækó, að sjálfsögur grípur Rækó inn í, þetta eru svona ákveðna þreifingar svona uppæði leiks, hvort lið er tilbúið að gefa færi á sér en boltinn kannski svona heldur mikið upp í loftinu. Fín pressa hérna hjá Fram. Við þurfum að senda langan. Þannig kom einn krótísk. Það er Dino. Elvar er vonir að fá höfuðhögg. Davíð Rúnar ætlar að byrja þetta en Hrannar og Davíð, mér finnst nú kannski Arsi og Alexander verið að sækja boltan heldur neðarlega að setja svona ákveðna pressu á okkar miðverði. Já, þegar að Fram liggur svona aftarlega þá þurfa þeir kannski ekki að koma svona djúpt. Þú sér bílið núna milli miðju og sóknar er fyrir mikið. Já. Boltinn í hendurnar á Stefano. Framararnir þetta var virkilega flott pressa sem við setja hérna á okkar öftustu línu og það vantaði alveg einhver til að koma í boð. Við vorum konur frekar djúpt bæði Alexander og Arsi Nkumu. Henni Guðmann með hörku skalla. Hreinsar þetta vel upp. Orri Gunnarsson tekur þetta yngast fyrir Fram. Flikkar hún hérna hinn krótinn Framirinn Ivan Bubalo og Indriði fara aukaspyrnu. Nei, fekk hann yngast bara. Nei, aukaspyrna. Hann fara að kanna fram hjá Fram. Hérna kemur Þetta er Ingólfur, nei þetta er Samtillen. Hann tekur Samtillen með aukaspyrnuna. Það fer alveg þokkalega mikið fyrir miðvörunum hérna. En boltinn siglir til Rækó í markinu. Haukur Lárusson á næstu til að komast inn á bolta. Fínn innsnúningur á boltanum. Framararnir ýta vel upp á KM og þrýsta Rækó í að taka langan bolta. Virðist vera uppleiki hjá þeim að stoppa stutt spil út frá marki. Alexander serbneski miðjumaðurinn er eins og nautinn á miðjunni. Rækó með langan bolta upp og Almar er að vinna hennan á móti Gunnlaugi. Hrannar fljótur að taka engastið. Spila með Davíð. Fín færsla núna. Nei, Guðmann missir á boltanum. Callum tilbaka og Framar að pressa. Já, Framar er að koma okkur í vandræði. Virkilega mikið og Rækó þarf bara að sparka þessum út af. Boltinn komin í leik. Og aftur út.
Það er Orri Gunnarsson sem tekur innkastið. Hér að Bablu kemur boltanum inn, Hrannar með mann í bakkinu. Já, aukaspyrna dæmd á Hafþór. Þú er ákveð að kalla hann bara Bablu. Bablu. Það er miklu betra. Það er vera. Bablu. Búblu. Ara Rækó sem tekur aukaspyrnuna. Þessi bolti kemur langur, verður fínt hérna að hitta á Alexander eða Archie. Alexander er það, þessum skallabolta tapar hann. Orri Gunnars kom hann þétt í bakki á honum, innkast sem Callum tekur, upp á Júræ, kemur hann á Elvar, krossar yfir og þeir skalla frá og kom hann lengur upp völlin. Guðmann kílónum tilbaka á Rækó og Káa hefur smá auðspil. Nú þarf að koma hreyfingin á miðuna, þeir liggja mjög framalega og þetta er eiginlega bara 4-4-2 Petti, hvað segir það? Þetta er svona nær því hjá Káamönnum heldur en 4-5-1. Já, við lögum upp með að vera í 4-2-3-1 en já, eins og það er búið að spilast núna, þá verðum við meira í bara 4-4-2 með Grímsa på topp með Elvari. En með við vandræðin sem er að koma boltanum upp og þá verður Gríms að fara að leita aðeins meira tilbaka. Innkast, Hrannar farin aftur, krossar inn og það er Stefánu sem er ekki í neinum vandræðum með að grípa þetta. Nei, boltinn má ekki vera mikið í loftinu með þessa turnandi miðverði og þessa skeppni í markinu. Hann er að fara að grípa allt sem kemur inn í marktegin. Tillen. Þetta er við erum að rauninni tala sama hérna hjá frömmunum. Þeir liggja vel í öftustu og það er gat á miðunni. Nei, þarna boltinn upp í loft, Davíð kemur hann samt frá og aftur og Almar lengra, þá kemur Hallgrímur. Hann er með Elva með sér, Júra í lúrir hinum megin. Aukaspyrna. Það er Ivan Parlov. Gerir vel í að brjóta þarna. Já, hann kemur Hallgrímur á að þeir ætla þannig ekki að koma þessum inn í teig, það er alveg hreinu. Það sýnist ekki. Stöðspil, Archie, Davíð, Guðmann. Fín hreyfing hjá Júri tilbaka, opna fyrir Callum. Fær svo sendinguna upp. En það er Haukur Lárusson sem kemur og stoppar þetta. Parlov kemur með langan bolt upp, ekki fyrsti langi bolt í dag. Davíð 1-1. Móti Indra. Og Ingólfur Sigurðsson. Hugsanlegt brot. Alma komið núna yfir vinstra megin. Hjálpa til. Það virðist vera svona þeirra leið að sækja þetta upp hægra megin. En Káa fær innkast. Þetta er svona möguleiki fyrir Káa að rótera þetta allt í Almari, Júra og Grímsa. Já, þeir eiga að geta skipt stöður alveg. Svona aðeins fengið meiri fjölbreytni í þetta. Þetta er Hafþór. Kemur honum yfir. Gunnlaugur. Reynir hann inn í teig, það hefur verið fyrir og Alma nær honum og að sjálfsögðu kemur langur bolti. Haukur skallar hann, Parlov, Orri. Þurfum að aðeins að halda boltanum. Þurfum að ná aðeins styttra spili og koma honum hraðar upp að þetta. Hallgrímur óheppinn að ná ekki þessum bolta frá Elvari. Hefði opnað ýmislegt. Orri með innkastið fyrir fram. Sjöttararnir mættir í stúkuna og láta Vili sér heyra sem og
fullt af öðru fólki. Það er alveg, ég held að þetta sé örugglega með mesta sem hefur verið á K-vellinum. Það er öll hliðalínan bara upptekin. Já. Horn í horn. Hér er bara staðið alveg bara eftir endalengur vellinum. Já, og bíla líka. Orri kemur honum upp. Ingólfur skallar. Hér fær Elva boltan. Gott hlaup hjá Hallgrím. Sending, kemur honum ekki á milli. Það er Dino sem stoppar þetta. Káa svona aðeins að ná að opna framarana. Hér koma framararnir 3 á 3. Hvað gera þeir? Ingólfur hleypir í skot, en þetta er yfir markið. Þannig eitthvað meira þetta á hann er komin. Við sáum það á móti Breiðablik í fyrra, það þurfti mikið til, sem var ekki nóg. Já. Ræko stóð sig mjög vel síðustu tímabil eftir að hafa komið inn þegar að Fannar Hafsteins meiddist hérna á móti Leikni á þessum velli. Þeir hafa verið að skipta alltaf markinu með sér í vetur, Ræko og Fannar. Já, en Ræko verðist að fengi trösti til að byrja þetta á mótið. Reindriði kemur honum yfir á Hafþór. Hafþór á Ingólf. Þegar hann leitir í skot aftur. Alexander fyrir. Gunnlaugur yfir á Orra. Gunnlaugur aftur. Orri. Fín pressa hjá Káa, lokum við vel á þetta. Það eru framara sem er innkast. Framandi er að koma okkur í bobba endalaust, þannig að við þurfum alltaf að losa boltan langt. Það er svona sérstaklega á afturhluta vallarins, þegar sem að við þurfum að koma honum úr okkar svæði, en við höfum verið að opna á þegar við höfum komist upp. Hér er Júræ. Hérna erum við með alla 4 framherjana okkar og ættum að efnileg sókn. geta gert eitthvað. Spurning hvort brotaði verið aðeins, en En sérðu núna bíli sem var á milli 6 eftirstu og svo 4 fremstu. Þú myndir vilja fá þetta upp sem, maður myndir vilja fá allan annan bakverðin til að koma upp og hugsa annan djúpa, sko. Já, en aftur á móti að þeir eru búin að liggja svolítið á okkur, þannig að kannski þóra ekki að fara upp. Já. Meðan við erum að reyna að stjórna leiknum aftur. En það eru, eftir mjög góðum upplýsingum, þá eru 127 áhorfendur á leiknum. Já. Það er að segja á YouTube. Aðeins fleiri hérna, þeir kemur boltinn inn fyrir og Hafþór! Og Ræko verið þetta vel gert. Frábær varsla hjá Ræko. Davíð kemur nú langt í burtu. Þetta var mjög hættulegt. Hafþór var með hann á vinstri fætinum. Ræko kom vel út á móti. Skildi stóru tána eftir og varði boltan. Og hérna er bara átt að hérna. Nei, aldrei. Díva. Þeir fá hins vegar horn. Þannig að Reindriði Áki komin í á Haukur. Eins og við sögðum áðan, voru búin að sækja svona mikið upp hægra megin, svo loksins þegar að koma upp vinstra megin þá skapast hætta. Framarar með stóra menn á móti miðstórum hjá okkur. Kemur boltinn inn á fjær og það er skalli yfir markið. Af Dino. Já, skráðu þetta ekki sem döðafæri líka? Við hefum skráð þetta sem döðafæri. Fekk nokkuð frían skalla. Og 19 mínútur búnar og færin telja 2-0. Já. Fram í vil. Ræko með markspinnuna. Hár bolti, Archie í baráttunum við Gunnlaug. Það er Alexander sem nær honum. Almar með slæma sendingu.
Framar að komast í boltan, Orri kemur upp með Ingólfi og kemur honum hérna yfir. Já, vel leiktu Davíð. Davíð, maður á réttu stað. Bubalo var hérna líklegur, Davíð mun líklegri. KR stígur hátt upp á völlinn, Rækó kemur með langan. Það er Elvar, Grímsey tekur hlaupi fyrir aftan en Haukur, hörku skallamaður. Hér er baráttan Archie og Gunnlaugur, kemur honum á Tillen. Tillen með hann upp, það dettur Hafþór í baráttunni við Hrannar. Og hér er Boblú kominn á móti Hrannar, nei Davíð fer í skotið, þetta er auðvelt fyrir Rækó. Júræ. KR reyna þegar geta að taka svona smá hraðablöf, hér kemur Almar með hlaupið inn. Júra sér það en Almar hikkaði það eins og ekkert var á þessu. Framarar halda boltanum, þeir hafa fengið að halda honum nánast eins og þau vilja í öftustu línu, annað en hefur gerst hinn með henn á vellinum. Þar eru Framarar mikið að pressa meðan að KR mun bíða. Framar eru rauninni bara að gera þetta gríðarlega vel, varnarlega. Við pressa og svo ef boltinn fer yfir fremstu pressu þá eru þeir fljótið tilbaka. Virkilega. Og eru yfirleitt 2 með 3 fleiri varnarmenn heldur en sóknarmenn hjá okkur. Og svo eru þeir snöggir að, þú veist, nota breykið sem þeim fá. Já. Haukur kemur honum á Dino. Tillen. Gunnlaugur. Orri. Ingólfur með honum. Kemur honum inn fyrir. Það er Indrið, hann er ekki rangstæður. Sending inni og Hrannar kemur honum frá. Nú þurfum við að fara að bregðast við þessu. Þeir virkilega, þeir eru búin að ná alveg nokkrum boltum núna aftur fyrir vörnarlínunni hjá okkur sem að hefur verið að skapa hættu. Já, en einu sinni losuðu boltan langt út af góðri pressu Framara. En svo er bara spurningin hvað ná Framarar að halda þessu út lengi, sko. Haukur, KR reynir að pressa en enginn er með, 2 á móti 4. Dino ber upp boltan. Kemur hann út á Tillen. Svo reynar hann væntanlega að færa hann yfir og koma svo með krossinn. Langur yfir. Ingólfur. Nei, léleg móttaka. Callum. Kemur hann upp á Hallgrím og veður upp völlinn. Hallgrím fær aukaspyrnu. Júra fljótur að taka hana. Já, nú verðum við að fá smá ró í þetta. Halda leiknum, halda boltanum. Nú er möguleikinn að halda honum. En það hefur kannski verið ennþá meiri ef þessi sending hefur ekki komið. Guðmann. Framar er að loka þessu bara mjög vel. Það er ekki nógu mikið hreyfing á fremstu 4. Hrannar aftur tilbaka á Davíð. Archie sækir hann niður. En nú aftur Davíð. Nú kemur Guðmann, Archie. Hreyfingin lítir fram á við. Davíð. Upp á Elvar, Elvar heldur honum ágætlega. Almar kemur hlaupið fyrir aftan hann og hvað gerir Almar? Hann er komið með hann, sendir hann fyrir. Hallgrímur. Alexander úti og kom með skoti og þetta er ekki nógu gott. Fínasta sókn þarna. Þannig að sáu þetta, við heldum bara aðeins boltanum. Þarna fekk líka Fango að koma með hafsendan okkur aðeins ofur og konur alveg fyrir miðu. Og vel getið Davíð að finna Elvar þarna. Og Elvar gerir virkilega vel að koma boltanum þarna yfir á Almar. Stefano með markspyrnuna. Það er svona verið að peysutók hérna á Hallgrím þegar Almar krossaði. Kemur langur bolti Archie upp í lofti með Gunnlaugi. Davíð nær honum, Almar, Hrannar,
Elvar er búinn að sækja aðeins upp hérna hægra megin, Gríms er svona meira fyrir miðju. Heldur honum ágætlega inn að koma honum yfir á Hrannar sem var komin í fínt overlap. En Framar að hreinsa frá. Ára Rækó, Framar er hátt uppi. Rækó okkur að taka langan, Elvar er komin í loftið. Gunnlaugur dreipur hann niður. Það er alltaf mikið pláss sem að fara hérna. Hrannar gerir vel, lokaði vel með Davíð. Archie. Þetta hlýtur að vera gult. Já, það var vel gert í Júra hérna. Já, Orri Gunnars, gult spjald fyrir að brjóta á Júra. Virðist að það fengi hann á sama stað á Hrannar fyrir leiknum. En sjáum uppstillingu KM-manna núna. Callum með boltan. Og við erum nánast inn í okkar eigin vítateig. Hér er Júrai, Grímsi, Elvar, Almar stíga vel upp í efstu línu. Það virðist vera svona framlandi séu aðeins að lúfa pressunni eins og byrjuðu. Enda 20-25 minútur búin að leiknum. Já, þeir hafa lagt upp að byrja leikina kraftið með pressu og falla svo niður. Hrannar kemur honum á Davíð. Davíð tilbaka á Rækó. Guðmann. Archie. Nú kemur Alexander í boltan, hún er ekki búin að vera mikið með boltan í fótunum. Enda sést það, hann er ekki mjög heitur. Nei, þetta var ótímabær sending líka. Við höfum tækifæri á að halda boltanum og við þurfum bara að gera það. Vera þolinmóðir og bíða eftir opnuninni. Hér er Davíð að lenda í vandræðum, Indriði. Davíð hafi verið heppinn þarna. Hér er eitthvað bara Guðmann og Indriði lenda hér saman. En númer 2, Hafþór Mar er það víst. Gult á Davíð fyrir brot. Já, spurning það er rétt held ég. Já. Svo er spurning með þessari nýju reglu sem þeir setja með þreföldu refsinguna. Að hvort að dómari sé að fara að færa hann út fyrir teig, það sem er nú bara möguleika á doppul. Að spjalda fyrir, gult spjald fyrir brot á marktækifæri. Já, það var sloppið við spjöld þarna Guðmann og... Já. Þetta er allt í lagi að hafa smá æsingi í þessu. Helgi Mikael dómari gerir vel þar. Hér er aukaspyrna, þeir eru yfir boltanum, Ingólfur sig og Tillen það ekki. Og Tillen með vinstri fótinn meðan Ingólfur hefur hægri. Þetta Orri, já. Orri Gunnar stendur yfir boltanum. Ég myndi svona áætla að Tillen ætti þennan. Þetta var Ingólfur, já. Það er gott við vorum með nöfnin alveg á hreinu. Þetta kemur fyrir flesta. Ingólfur með hættvíti skot framhjá. Og rauksspyrnunni. Tillen var þarna einhvers staðar þarna. Já, hann var aftastur. Hann var ekki nálægt. Kemur Rækó með markspyrnuna. Stórmenninni Káa á móti Haukur hefur verið að taka skrefið alltaf út úr línunni til að fara í þessa skalla, eðlilega. Elvar sækir tilbaka, kemur boltanum á Hallgrím, hann er með Júra vinstra með við sig og Almar kemur upp hægri. Nú þurfum að koma okkur inn, Elvar skriður inn í teginn, Júra gerir vel, kemur hann fyrir og það er Hallgrím að fullir ferð á Almar. Tillen skalla frá og aukaspyrna dæmd. Algjör óþarfi. Á Almar. Já, ég held að þetta hafi verið algjör óþarfi.
Ég veit að Tilnan hafi ekki einu sinni verið að biðja aukaspyrnu. Það er aðeins að lifna yfir sig hjá okkur. Já, við erum að fá svona álíklega sóknir allan á báða bóga. Það er svona kannski frekar hægst aðeins á frömmurunum og Káa aðeins gefið í þótt að Framarar hafi verið með hættulegri færi. Stefánu með langa spyrnu. Pablo auðnu í baráttunum með Alexander sem að fær dæmda á sig aukaspyrnu. Ekki veit ég á hverju. En aukaspyrna dæmd. Já, hann virtist fara upp í boltan og Bubalo virtist bara beygja sér niður. En okkar maður Helgi Mikael virðist hafa séð þetta betur en við. Kemur aukaspyrna, Ingólfur kemur honum inn og þar er það Guðmann sem að Nei, fær þetta leit ekki vel út. Eitthvað í hnéð og þetta lítur alls ekki vel út. En hann liggur ennþá og meðan er Grímsi kominn upp og hann ætlar að skjóta. Þetta er rétt framhjá. En Guðmann, hann liggur sárþjáður. Já, þetta leit alls ekki vel út. Þjáður og heldur utan hnéð. Lendir hann illa. Hann virðist líka, mér fannst eins og hafi verið stíð á öklan og svo hafa hann eitthvað snúið upp á hnéð. En fín sókn samt hjá Káa mönnum eftir þetta og Hallgrímur gerir vel og klárar sóknina. Já, þetta var næsta sem við komumst í að setja boltann í markið. Já, en hann virðist geta rétt allavega úr löppinni sem að og stendur upp. Það er allavega eitthvað gott í því. Spurning hvort þetta hefur verið meiri hræðsla heldur en meiðsli. Já, hann virðist svona labba til að heila út af. Þannig að við reiknum með honum inn á aftur. Það skulum við vona Guðmann feikilegu styrku fyrir Káa-liðið. Maður sem er búinn að vera að spila mjög vel með Íslandsmeisturum FH. Búinn að fara út í atvinnumennsku. Kemur úr klúbb með sigurhefð. Þannig hann kann að vinna. Ég kemur langur bolti á Pablo. Hann tikkar honum og Rækó kominn út og Hrannar Bjargar. Nei og þessi fer rétt yfir markið. Þetta verður ekki mikið klaufalega en þetta. Hrannar hamra boltanum í Alexander og sem betur fer boltinn yfir markið. Dómarinn er áhyggjufullur af þessu. Hér leggja þeir, þetta lítur alls ekki vel út. Hann virðist vera bara knockout. Þeir leggja hann bara hérna í læsta hliðarlegu. Þetta var mjög klaufalegt það sem Rækó varði og Davíð fór í boltan, hann barst aftur inn í og Hrannar ætlaði svo að hreinsa en beint í andlitið á Alexander. Sluppum með skrekkin hann. Sluppum með skrekkin. Þetta þeir halda áfram með hættulegu færunu, Framararnir. En það er nú er búið að vera mikið talað höfuðmeiðsli og annað og menn kannski verið duglegri í það að taka menn bara út vegna höfuðmeiðsla þátt fyrir að þeir neiti að fara út af. Hvaða möguleika sjáum við hjá Káa? Fari Alexander út af? Við ætlum með Halldór Hermann og Aron Péturs. Já. Sem geta bara slotta beint inn í hans stöðu. En svo hafa sókntjarrar mann kannski líka eins og í Ásgeiri. Já, við getum fært Almarinn á miðjuna og Ásgeir á kantinn. En mér sýnist nú ekki þurfa þess. Nei. Skulum vona. Og hér kemur hornið. Búbla. Nei, Indri. Kemur boltanum út. Nei, vel gert hjá Júraði. Þetta er gult, þetta er annað brotið hans. Já.
Þetta er gult spjald. Þetta brýtur annað skiptið af sér svona það sem hann stoppar sóknir á okkur. Það er Pavlov. Parlov. Guðmann er komin inn á aftur allavega og það er ennþá verið að huga að Alexander, hann er að þurrka góð framan úr sér syns mér. Virðist vera líklegur allavega. Helgi að vinna fyrir launum sínum, sjúkraþjálfari KA. Alexander komin aftur inn á. Það eru fín tíðindi, leiðilegt að þurfa að breyta leikskipulagi eftir 35 mínútur. Já, en þú hefur sent alla varamenn að hita eftir þessi 2 atvik. Þannig að menn séu heitir eða kemur eitthvað baklag hjá þeim tveimur. Það er Orri sem tekur innkastið 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Aftur fá framarar innkast. Hér er að berast tíðindi Selfyssingar að vinna Leikni Fáskrúðsfirði 2-0. 2-0, það eru skorað 2 mörk á 13 mínútum. En hér er KA, Elvar með boltan, þetta er nú lítið brot. Koma nú strax í leik. Elvar að gera fínt núna, búinn að vera nokkru sinnum að sækja aðeins tilbaka. Gefur svona meiri á hlaup fyrir Grímsa og Almar. Hrannar lendir í smávandranum, kemur hann á Davíð og Guðmann. Sýnist ekki að hafa mikið mynd af þessu áðan. Davíð, langur bolti. Finna Almar, þetta er ósanngjarnt barandóm mútið Dino en KA menn á boltanum. Almar og Grímsi saman, Hrannar er komin hérna upp með Grímsa. Grímsi krossa fyrir með vinstri og Elvar inn í tegnum en skallið framhjá. Það er hótspilna og við höfum verið að fá allavega svona betri færi þegar við höfum verið að keyra hérna upp hægra megin. Sem er ótrúlegt með Tillen hérna í vinstri bakvörðunum. Þá kemur hornið frá Hallgrím. Stefano svaðalegur inn í boxinu. En hann fyrir yfir pakkana, Elvar. Við vistum nú smá peysatók í gangi. Guðmann vinnur þennan. Stoppa vegna höfuð meðsla. Það er smá hendi í andliti en það bara vont fyrst. Svo verður að verra. Nema að Skáni. Nema að Skáni. Þetta var hárrétt hjá Helga Mikael að stoppa leikinn. Fer alveg eftir bókinni. Það er Tillen sem kemur hann tilbaka á KA-menn aftur og þá geta KA-menn. Þeir fara strax í pressu, þetta er nú ekki alveg drengilegt. Það er spurning hvað opnast við það. Kemur boltinn upp hægra megin og hann endar í innkasti. Já, við vorum með boltan í fínni stöðu en kannski ótímabæri löng sending. Nei, þeir ætla að setja pressa á okkur þannig að þeir fá boltana strax aftur. Þetta er ekkert sem að kalla fair play. Alexander kemur honum upp á Hallgrím, Dino hérna í bakkinu á honum, Alma fær hann samt. Nú mættum við reyna að skoða möguleikann að fara upp hinum megin líka. Kannski eðlilega það sem Callum er minna að fara upp að við sekjum meira upp hægra megin. Það sem Hrannar er mjög duglegur að keyra upp. Stiðið við sóknina, langur bolti, Boblu. Davíð nær honum, kemur honum ekki á Archie. Það kemur leikmann nummer 21. Já. Títnendur Bubalo. Ingólfur reynir skot. Hann er ekkert að hika við þessi skot. Enda mikilvægt að klára sóknina stundum. Hrannar. Alexander með mann í bakkinu. Þetta er nú bara algjört hefnibrot. Segir fjölmiðlafulltrúi KA. Langur bolti yfir, kemur hann að Júra 1 á móti Orra. Það vantar hjálpina frá Callum. Algjörlega, aðeins til að býta meira frá sér hérna.
en Framar keyra upp, Hafþór Ingólfur Parlof, Ingólfur er hæja aðeins á þessu, halda boltanum reyna að tippa hann hérna yfir á Indriða Gunnlaugur missir boltan og Arsi keyrir með hann upp og Júra kominn og Elvar sækir hann upp í hornið 1-1 á Haug og þetta hlýtur að vera spjald. Já, þetta sækir Elvar vel. Elvar gerir mjög vel þarna. Hann vissi nákvæmlega hvað var í vændum. Sótti þessu auksfunni. Ég held að Haugur hafi vitað það líka. Já. Kámi með fínustu spyrnumenn til að taka þessar aukaspyrnur og þeir voru hérna á æfingu í gær Almar, Hallgrímur og Júræ, hættulegi menn. Það er verið hlutskipti Grímsa að taka þessar spyrnur. Almar býður hérna úti á debóanum. Stórum mennir inn í boxi. Já, lélegur bolti, stoppar á fyrsta. Indri reynir að koma hann frá, Júra gerir vel, vinnur hann. Kemur hann aftur á Hallgrím, 1-1 á Ingólf. Heldur honum. Hann þarf að koma út aftur, út aftur. Bjarni klapp. Það er greinilegt að Bjarni Mark Döfvild hefur skilið eitthvað eftir sig. Hér reynir Júra að halda honum, missir boltan út af. 4 mínútur eftir. Já, við erum með alla kanonur inn í teig, við þurfum að fá meira tempo á boltan og fá boltan aftur inn í tegin, sem fyrst. Hér gerir Almar vel, skýlur hann vel frá Gunnlaugi, Elvar kemur hann á Hrannar, spilar hann tilbaka og reynum að halda honum aðeins. Guðmann tekur á rás með boltan, kemur hann hérna, góður bolti yfir á Hrannar. Hrannar á góða möguleika konum inn í, sem hann gerir, Almar rétt missir á boltanum, aðeins og hár. Ágætlega gert hjá Guðmann og Hrannar hana. Það var staða sem Hrannar finnst ekki leiðislega verið í. Hann er búinn að bæta vel krossan hjá sér í vetur. Grímsi sækir hann, Alexander Júra opnar hornið en klárar ekki hlaupið og Hrannar kemur upp. Fær Arsi boltan. Hann er ekki mörg einmiðin sem hann tapar 1-1 með boltan niðri. Káa heldur boltanum vel, spila tilbaka, reyna að byrja upp á nýtt. Kallum kemur honum inn á teig. Það er Hallgrímur sem að veit að það er ekkert annað en að beygja sig bara. Júræ. Beint boltinn best á Guðmann sem að kemur honum upp aftur. Gunnlaugur skallar. Hann er leiðilega sterkur þarna frammi að halda boltanum. Hann er fínn í loftinu. Og fínn í loftinu. Bolti fer í innkast fyrir framvara, Róri Gunnarsson tekur innkasti. Bablu. Innkast aftur. Róri Gunnars. Kemur upp á Búbla. Indriði í baráttunni þarna við Guðmann. Fellur en ekki dæmt. Davíð kemur honum langt upp völlinn, innkast aftur. 93 mínútur á klukkunni. 43. 93-43. Svona móða á klukkunni. Á klukkanum. Orri með innkastið. Kallum kemur frá. Hallgrímur, nú keyrir hann hratt upp. Elvar er með honum uppi, Almar með gott hlaup inn í tegin. Góð sending frá. Fín bolti frá Hallgrím í beint á hlaupi á Almari en The Beast kemur út. Þetta er vel gert hjá Grímsi hérna og Almari. En mjög óheflegt hvað hann er stóra stæðilegur í markinu. Það var vel gert hjá Grímsi að sjá þetta hlaup. Hann er ekki spyrnum að mikill virðist vera hann Stefano, vinnur okkar.
Júræ kemur honum á Callum aftur, nú kemur Callum upp. Þá er best að nota hann. Davíð tekur hann niður og kemur hann þá upp á Júræ. Rangur segir Sveinn Þórður Þórðarsson. Topp maður í sporti. Það er auðlýsinga. Fælin auðlýsing. Orri virðist eitthvað að vera að kvenka sér. Þannig gerir sér ekki líklega til að taka þessa spyrnu. 10 sekúndur eftir á venjulegum leiktíma. Já, núna hintar Túfa það að við förum með 0 inn í hálfleik. Tökum engar áttur. Það er ekkert annað í boði. Langur bolti. Callum. Vel gert hjá Júræ. Einar komin upp á Hallgrím. Brotið. Júræ virkað ágætlega frískur í þessu leik. Með við það endaði síðast ekki vel. Það er bara, við erum ekki mikið búin að nota hann. En hann virðist oftur einangur einn og vinstramenn og við þurfum að reyna að finna það meira. Algjörlega, hérna kemur flottu bolti frá Hrannari yfir á Almar. Almar á móti Gunnlaugi. Skilur honum vel, kemur honum fyrir. Og þar er enginn til að taka boltan út af tilbúanum. Og hérna keyra þær upp. Kemur Hafþór og Artsi gerir vel vinnur hann á honum, engin hætta þarna. Nei, þetta er aðeins auðvelt fyrir hann. Og geysist Callum upp. Nota Júræ með sér og tekur overlappi, klára það. Og verður hann að halda stöðunni. Davíð, síðasti sénsinn svona fyrir hlé. Sanna verður að koma þessum áleiðis. Örlitla tafir í fyrirháleik. Hér vinnur Sanna hann vel, kemur honum upp, Elvar er rángstæður. Hann gerir sig ekki líklega til að ná upp boltan. Þá lítur Helgi Mikael á klukkuna en flautar ekki. Elvar með hann henni upp í horni. Júræ. Einn á Orra. Kross fyrir, Stefán hlýtur að taka þetta á. Þá verðist Helgi ætla að flauta af sem hann og gerir. Hálfleikstölur 0-0. Svona misgóðleikur, ekki orðað þannig. Já, þetta er búið að vera upp og niður hjá okkur. En Framar har kannski fengið hættulegur færi, fengu 2 dauðafæri hérna á stuttum tíma og svo, ef ekki segja skallum frá Alexander yfir markið, yfir eigin mark. Já. En Framar er eiginlega búin að fá öll svona dauðafærin í leiknum. Káa fekk ágætis séns hérna þegar Almar keyrir upp og kemur hann fyrir og Hallgrímur setur hann út á Alexander sem á rauninu bara slagt skot framhjá. En það er alveg klárt mál að það er spurning hvað gera Framar að seinna áleik, koma þær inn með sömu pressu og þeir byrjuðu leikinn. Já, það gæti verið að þeir myndu byrja að seinna áleikinn þannig. Þannig að þá er svona kannski mestu höfuðverkur Túfa að reyna að finna út hvernig ætla hann að leysa það. Já, við þurfum bara að reyna að vera rólegri á boltan, finna meira lappir í svæðinu á milli varnar og sóknar, miðju. Heldur að Káa sé að fara að spila 65 og svo með sóknarskiptingu í huga? Já, þess mjög líkt að Ásgeir komi inn á 60-65 ef það verður ekki breyting. Ásgeir Súpersöp. Erum við og Pétur ætlum að draga okkur hlé, komum aftur þegar að rétt áður að seinni hjá okkur byrjar.
sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar líf sem er tíum allar og linnum líki hvetjum dátt. Látum okkar andlæðinga heyra allt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM, áfram KM, áfram KM, áfram KM, áfram KM. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM, áfram KM, áfram KM. Áfram KM og einu sinni enn. Áfram KM, áfram KM. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum Og þá er leikurinn hafinn að nýju. Ég og Pétur erum mættir, nema Pétur er ekki mættur. Og liðin er óbreytt. Klukkan nokkrum sekúndum að sendast af. En það er nú ekki aðalmatrið. Hrannar með innkasti. Hérna eru framararnir sem vinna boltan. Ingólfur með sendinguna hérna út á Indriða. Flott skæri, Callum til varnar. Callum virðist, nei, það hefur farið af Callum út af. Það kemur langt innkast og Guðmann í baráttunni og Callum kemur á með höndunum aðeins frá Parlof, reynir að taka skot, vill fá eitthvað sem ég sé ekki alveg hvað átt að vera. Framarar áfram með boltan, Hafþór Mar á móti Hrannari. Káa fær innkasti. Kemur tilbaka á Davíð sem að flyttur hann yfir á Guðmann. Júri opnar vel, fín færsla hjá frömmurum.
Callum keyrir upp, klárar overlappið. Júra með tilbaka. Langur bolti á Guðmann yfir á hægri kantinn en stoppar á Tillen. K.A. fljótur að vinna boltan aftur. Almar, Hallgrímur skýlur honum vel hátt á móti Gunnlaugi. Hallgrímur reynir að prjóna sig í gegn en Helgi vill ekkert dæma. Ótrúlegt að satt. Jæja, það hefur alveg mátt dæma þetta ekki? Já, mér finnst bara, hvað kallar það, klemma? Já. En er ekki vanið að renna þessi yfir bara úrslit í öðru leikjum eða stöðu? Staðið öðru leikjum, það eru Huginn vann Fjarðabyggð 2-1 út í velli. rétt, staðan er markalaus hjá Leiknir Reykjavík og Þór, 53 mínútur búnar og 2-0 Fjarðabyggð, Leiknir, Já, Selfoss Leiknir. Selfoss Leiknir. Skólum fyrir Selfoss. Það er svona, þetta er svona. Herru, hérna Og- ekki, kemst Indriði upp endamörk en Guðmann stoppar, hann var einhver smá klaufaskapur í hreinsun Káamanna sem fyrr, vil ég meina. Búið of mikið klaufagang. Það var að Ingólfur sem tekur hornspyrnuna. Leikklukkan er dauð. Hérna kemur Haukur Lár reyna að senda að vilja fá vítaspyrnu en ekkert fá. Guðmann kemur frá. Smá vandræði í leikklukkunni, hún virðist vera stone dead. 48 mínútur búin að leiknum. Hér er Júra reyna að koma að elvan fram að hann komið sér í innkast. Callum tekur innkasti, kemur tilbaka á Guðmann. Arsi sækir hennar niður. Sannar, Davíð, Guðmann. Arsi komin vel tilbaka til að ná í boltan. Gefum Davíð möguleika að opna meira. Sannar kemur upp, virðist vera smá brot en ekki dæmt. Hafþór var hann í baráttunum við hann. Þarna þurfum við að vera nær með alla til að geta farið beint í pressun og vinna hann aftur. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hún tapa honum svona hátt uppi. Vel gert á Guðmanni. Guðmann kemur honum út af í innkast. Króatinn bublar eitthvað. Orri tekur innkastið, hann virðist vera nokkuð heillaðan til að halda áfram og kvenka sig eitthvað enn í lok fyrir áleiks. Og Hérna Grímsjökum boltan, Almar kemur með fínt hlaup upp hodni og hvað? kemur hann fyrir á Elvar sem afsakar Gunni aðeins og hátt. Yfir að gæti komið nokkur skuðningar eða að maður fyrir smá yfirsnúning. Það er allan að frétti frá Gunnar Níelsinni. Það er Archie í loftinu við Búblablú. Það er skipting hjá FH, nei hjá Fram í vandum finnst mér. Ætli sé ekki Orri Gunnars að koma út af. Svona það er svona fyrsta hugsun. Það eru markspyrna sem að Framarar eiga. Langur bolti, Gunnlaugur kemur honum á Búblablú.
Hrannar vinnur hann. Kemur hann Almar. Davíð fær smá press á sig og þarf að hreinsa. Það er Orri sem kemur honum aftur upp völlinn. En Mr. Karl kemur honum á Hallgrím. Ping pong í gangi. Alexander kemur sér í boltan. Hann er ekki búinn að vera mikið í boltanum í leiknum. Hann hefur svona meira verið að éta upp háboltan. En hitt kemur boltinn upp kantinn á Júra sem að kemur með fyrirgjöf. En Haukur Lár réttum stað og kemur þessi hornspyrnu. Það virðist vera leikmaður númer 19 sem er að koma inn á. Nei, ekki 19, hann er ekki á skýrslu. Það er númer 15, Ingibjörgur Ólafur Jónsson. Hann virðist vera... Það er mjög óvart að hann byrjaði ekki í dag. Aðal miðvörður Framara í fyrra og í vetur. Þannig að það virðist vera að hann sé að koma inn á fyrir. Langur bolti yfir á Fjær og kemur hann inn í aftur. Guðmann, það var vel út að tótt. Hallgrímur, það þarf að koma hann aftur inn í pakkan. Gerir það ekki, Dino skalla frá en Alexander með skelfilegan skalla og Framar að geysast upp. Þeir eru konið hérna 3-3. Indriði og Ingólfur saman. Galopið hérna á milli, en Ingólfur nýtir sér ekki þennan séns sem er alveg hræðilegt. Nú erum við heppnir að Ingólfur nýtti sér ekki hlaupið á Indriða. Það var allt galopið upp alveg á milli. Archie fjall ekki alveg nóg vel tilbaka þarna. Það voru skiptingin. Já, ef Orri er að fara út af þá reiknum við með að Ingibjörgur fari beint í hægri bakvörðinn. Nei, það er Haukur sem fyrir út af. Það er slæmt tíðindi fyrir Framara. Já. Haukur búinn að vera þeirra aðalmaður í dag. Varnarlega. En Ingibjörgur er nú ekki mikill síðri leikmaður, þannig að þetta er... Hann er nú ekkert mikið minni. Nei. Ára markspyrna sem Kámen eiga. Boltinn á Archie, baráttunum við Gunnlaug. Já, Gunnlaug er búinn að eiga aðeins svo mikið róði í Archie hérna á miðjunni. Hann er búinn að vinna ómarka, ef ekki segja það. Karl kemur á Elvar. Elvar búinn að vera duglegur að koma sér í boltan. Hér kemur Júra. Það er farinn. Sveit Þórður flaggar þennan bolta út af. Ekki alveg viss hvort þetta hefur rétt hjá honum, en sétur líklega betur um við. Skulum vona það. Það var Orri sem að tekur innkast fyrir fram. Alexander kemur honum aftur upp völlinn, en á Orra. Alexander aftur. Parlof þarna og þetta er ágætis hugmynd hjá Elvari en Ingibergur er á undan. Alexander kemur boltanum hérna á Júra með fínt boð uppi. Júra vill koma þessu inn. Þeir eiga erfiðleika með að koma þessu frá. Káamenn halda áfram. Kemur overlappið frá Callum. Hann er með fína vinstri fót. En í Orra. Þetta er aðeins skemmtilega. Við erum að halda uppi smá pressu á framannuna. Svona viljum við... Þetta er kannski svona fyrsta skipti sem við erum að taka smá stjórn í leiknum. Já. Og kominn tími til. Komið tími til, þetta 55 mínútur liðnar að leiknum. Hér er Guðmann. Davíð liggur vel út í hægra megin. Gefur Hrannari möguleika að koma vel upp. Kemur honum á Elvar. Virðist brot, Helgi dómari vissi síni sök. Davíð. Á klukkan komin í gang aftur. Og þeir stinga honum inn á Bublablú. Einn á móti Davíð. Davíð stendur vel á hann. Og svona.
Ára markspyrna sem KM eiga. Sjáum að allir varamenn KA eru heitir og búin að hita síðan á 30. mínútu. Það er komið markspyrnuna og finnur Alexander en Parlov segir vera sterkur í loftinu. Tekur þennan. Framarar eiga einn kast. Tekur á stutt en Hallgrímur kemst inn og klessir á Elvar. Þetta var klaufalegt. En K.A. fljótur að vinna hann aftur. Skemmtilega hælspyrna hjá Alexander. En allt og þröngt. Þetta var smá klúður. Elvar virðist hafa fengið nýju læri frá Hallgrím. Mér finnst að munnan getur líka verið enn í læri. Já. Ekki ólíklegt. Hér er það Ingólfur kemur á Báblabló. Archie kemst fyrir og enda með að Orri sendir hann út af. Já, Elvar er ekki að labba alveg heill ennþá, en þetta vonandi nærandi að hlaupa þetta af sér. Hann hefur nú haldrað áður. Hann hefur haldrað áður. Gert það vel. Hallgrímur með ágætis hugmynd en hlaupið var ekki til staðar hjá Almari. Hér er það Gunnlaugur á Tillen. Hafþór með boðið, færa hann. Almar gerir vel, vinnur hann. Kemur hann á Hallgrím sem að keyrir upp. Elvar reyna að stinga sér fyrir framan Ingiberg og hann er að Já. Elvar Árni Hafsteinsson er að skora! Eins og sagði hann oft betri haltur. Hann er miklu betra haltur eftir 59 mínútur. Það er Elvar Árni sem skorar. Frábær sending hjá Almari. Beint á Elvar sem stakk sér fyrir framan Ingiberg. Kemst 1-1 og þar á Tröll í markinu ekki möguleika. Eitt 0 fyrir K.A. Verðskuldað, veit ekki, en það er ekki spurt að því. Þetta gæti gefið smá búst í leikinn. Nú er spurning hvað framararnir gera, hvernig þeir ætla að svara þessu. Að þeir eru fljótir upp. Archie nær honum, Almar missir hann út af. Tillen með einn kast. Ingólfur kominn hérna alveg yfir til að fá hann. Parlov á Tillen sem að kemur honum inn í box. Það er Guðmann sterkur. Hérna veit Ingólfur fá eitthvað en veit ekki, Alexander hendi sér niður og stoppa Tillen og K.A. koma boltanum frá. Þá er hraðuplið, Hallgrímur alinn hinum megin. Og Júra kemur honum yfir. Nú er fín möguleiki í gangi, Hallgrímur 1-1, mjög sterkur. Erfiðara kannski 1-3. En hann er ennþá með boltan. Boð út í frá Sannari. Hvað var þetta? Sannar virtist vera bara að gefa frömmurum boltan en náðum hérna út við hotfóna. Hallgrímur. Nú þarf að KM bara slaka á og byrja sókninu aftur. Nei. Serbía beint á búblú. Og hér er Indrið vinstra megin, algjörlega frýr. Hann reynir bara að fara sjálfur, fer í skotið og það er Ræko sem að ver. Það voru betri sensar í búði fyrir Búblaflú. Já, hann spilaði ekki vel úr þessum spili sem hann fekk hana. Indrið kom með hörkuhlaup upp vinstra megin sem var alveg galopið. Mér sýnist líka að þessi framherji líka betur við að vera bara kjur og fá boltan í lappirnar eða hausinn á sér. En hræðileg sending hjá Alexander tilbaka.
Hann eiginlega var, hann hefði fengið stóðsendingu. Hann hefur líklega fengið hann að skráða á sig á. Hér vinnur Davíð skallaboltan. Almar kemur á Alexander, nú eru komið fæslun yfir. Guðmann, fína sendingar. Hér kemur Júra með sendingu fyrir and the Giant tekur hann. Stefano öruggur í þessari stöðu. Kemur með langan upp. Það er Alexander sem vinnur boltan, Parlov. Dino lyftur honum hérna upp á Hafþór. Það er Hrannar í baráttunni. Hrannar kemur honum í kast. Tillen. Indriði. Orri. Góð skipting yfir hjá Fram. Og Ingólfur með sendingu fyrir. En það er Rækó. Ekki neinum vandræði með hann saman þennan. Nei, við megum ekki vera að slaka á núna, við verðum að halda pressunni sem við vorum með áðan og helst að ná inn öðru markinu. Annar marki væri krúsjál, sammála því. Hangubolti, Rækó, Almar í baráttunni, Parlov vinnur þennan en Archie vinnur hann aftur. Kemur hann út af Júræ. Júræ er búinn að vera fínn hérna 1 á 1 ára. Kemur inn, Hallgrímur fær hann, vel gert hjá Hallgrím. Og skoti frá Júræ. Það var frábært spil, fín tilþrif fyrir Hallgrími. Það er önnur skipting framara. Arnar Sveinn Geirsson kom inn á. Valsarinn, Arnar Sveinn. Sem ætlaði aldrei að spila með fram að það ekki. Jú. Framarar gera breytingu á liðsinu út af leikmaður nr. 2, Hafþór Már Aðalgeirsson. Núna kemur leikmaður nr. 18, Arnar Sveinn Geirsson. Það var einum húsvíkingnum færra en á vellinum. Parlov tekur boltan í loftinu, Alexander kemur honum á Hallgrím, nú er séns, Elvar tekur hann bara af Hallgrím, kemur honum yfir á Júræ. Vel gert hjá Júræ, kom honum fyrir, hornspyrna er það. Arnar Sveinn kominn í boltan strax. Fín útvarsla hjá K.A. í síðasta horni. Guðmann fær hann á fjær og kemur honum aftur inn í pakkan. En K.A. menn heldur rólegir að reyna að ná honum. Það er spurning hvað er bjóð upp á núna. Koma hlaupinn og Alexander með mark! Alexander Trínis með annar mark K.A.manna! 67. mínútu. Glæsileg hornspyrna frá Júræ sem enda með auðum alveg og dauðafríu skalla hjá Alexander. Þetta er það sem Alexander er búinn að gera vel í leiknum. Hann er búinn að vera fínn í loftinu og hann heldur því áfram og Gull tryggir þetta með einu marki. Gull tryggir loftbaráttuna. Hann er galopinn í skallanum. Hann er bara engin mótstað. Sendur inn í markið og skallar þetta bara auðvitað í hornið. Háloft á konguleiksins. Aftur ætla þeir að taka hlaupið upp vinstra megin en þeir losa ekki boltan. Það er Búbaló. Fær aukaspyrnu, taka hana stutt. Orri kemur honum á Arnar Sveinn á Parlov.
Alexander, fína tæklingu. Callum kemur Júra kemur í kast. Fín staða sem KM munur í núna, ekki, ætli sé ekki bara 2 mörk úr 3 færum. Tillen, finnur Búabló, Tillen aftur inn í og Arnar Sveinn kemur hann og Callum í baráttunum við hann. Og Hrannar bjargar þessu í horn. Hann bjargar þessu ekki neitt, þetta er bara horn. Hann hefur verið farinn þegar að Hrannar sparkar honum. Þá er Ingólfur með hornið, kemur inn í og þar er Guðmann sterkur í loftinu og boltinn fer aftur fyrir mannspyrna sem KM eiga. Það var 4. horn framara. $250 sem að horfa á þennan leik á netinu. Við biðjum kærlega að heilsa Stefáni Geirssyni. Takk fyrir að horfa. Hér er það Hallgrímur. Trínis kemur vel inn í hann. Orri kemur nú frá, vel gert hjá Trínis, kemur hann upp á Júræ, en Stefano á þennan teik. Alex virðist vera komin yfir þreytuna sem var að buga hann hérna í byrjun seinna hálfleiks. Virkilega. Þetta er á feilsendingar. Hann er að koma sterkur inn í þetta núna. Það búið að vera allt annað að sjá hann. Hér er Júra með boltan á Callum með honum. Hallgrímur sem fyrir einu hælinn. Stefano sparkar honum upp miðuna. Þar er Archie og Gunnlaugur. Archie reyna að taka niður á kassan. Fín baráttu hjá Archie, vinnur hann. Aðeins lifnaði yfir stuðningsmanna Sveinn Káa. Sjötarinn, þá reynir Grímsi að komast í gegn, en Dino kemur honum í horn. Búinn að koma 2 hættuleg horn hjá Káamönnum núna í röð. 1 mark úr horni. 5. hornspyrna Káamanna. Þannig að það er spurning hvort við fáum enn aðra útfærslu á horni. Sýnst þetta vera svipað á uppstillingu á hann. Langur bolti og Archie hérna í baráttunni. Skallar hann yfir, markspyrna. ...20 mínútur eftir að leiknum, venjulegum leiktíma. Það voru Leiknir Reykjavík sem var að komast yfir á móti Þór Akureyri. Hér er það Hallgrímur. Almar tekur hlaupið inn og Hrannar hátt upp á völlinn og fær hann hægra megin. Með sendingu hérna upp, en það er Dino. Kemur honum í innkast. Hér er það Hallgrímur. Hallgrímur tekur mikið til sín þegar hann er með boltan. Skapast mikil hætti ef hann er að losa hann áður en að allt er orðið þröngt. Elvar og kemur honum að Callum og Callum með hann fyrir. Og það er Almar. Á 72.
kemur Almar Ormarsson boltanum í netið. Þetta var Júra fær boltan, Callum í vinstri bakverði, hann er duglegur að koma upp. Virkilega vel, sjá Elvar vinnur hann, kemur honum á Callum með cross inn í, Elvar potar í boltan og þar lúrir Almar og fjær og kemur honum í netið. Káa verið að gera vel núna síðustu mínútur, verið að nýta sín færi, það er ekki mörg en þau eru mörg. Þetta er búið að vera alltaf miklu betra hérna leik, miklu betra. En framararnar hafa aldrei náð þessum dampi sem voru í fyrstu 20 í fyrri hálfleik. Já, var þetta hálffæri hjá Ivan Bubalu. Það fekk sendingu vel, þannig að utan það er þetta bara búið að vera Káa megin. Það er Parlov. Tillen, kemur honum yfir á Ingolf. Það er halda boltanum núna. Ingibergur. Með slæma sendingu aftur fyrir Orra. Káa á innkastið. Það er skipting á Káa, Ásgeir Sigurgeirsson að koma inn á. Erum við að tala um Trinits? Ég held að það sé Trinits og Almar færist niður á miðju. Já. Þannig að það svona verður meira svo sókn djarfara lið. Já. Þá kemur hann Archie væntanlega innan bara tilbaka. Það er að gera að snúa hnífnum þegar hann er komin í. Á rétt, hérna er Pueblo, kemur hann á Ingolf, Tillen. Káa færi sitt lið ágætlega. Ingolfur aftur á Tillen. Losar hann inn á Tei og boltinn er dauður og Callum kemur hann frá. Við munum nú hvernig leikurinn var hérna síðast. Þetta er ekkert gefið. Síðast ári. Hallgrímur gerir krúsidólurnar sínar. Kemur inn á miðuna. Lítil Archie. Hrannar hérna utan á honum. Kemur á Hallgrím sem er bara aleinn. Hann reynir skot í varnarmann. Trinits pikkar hann upp. Callum, Archie og Almar kemur hann yfir á Hrannar sem er einn út í hægra megin. Tillen kemur á móti, cross. Þetta er fínasti cross í slána. Þarna hikaði Ingiberg í loftinu. Já, þarna hikaði líka Stefano í markinu. Stefano ætlaði að taka hann út og hikaði. Grímsi liggur eftir við það að fengi högg á mömuna. Framar að spyrna ekki boltanum út af. Grímsi staðin upp. Callum gerir vel. Callum er búinn að vaksa mikið í þessum leik. Hann vaks í stöðuna. Parlov með langa sendingu hérna á Arnar Svein. Það kemur Guðmann. Guðmann getur verið sáttur með sinni fyrsta leik fyrir Káa. Davíð kemur hann með, Parlov vinnur hann. Kemur hann á Ingolf sem reynir aðspilnu en klikkaði. Það er oft verið að fara úr framörunum. Eðlilega, við erum búin að setja 3 mörk í andlitaðum hérna á stundum tíma. Kemur langur bolti frá Callum. Elvar tekur hann niður. Móti Ingiberg, Orri kemur í hjálpina. Elvar heldur honum, reynir hælinn en gengur ekki. Kemur Trinits, tæpur í tæklingunni. Pueblo með boltan. Virðist eiga erfitt með að losa sig við hann. Gerir það þó Arnar Sveinn hérna. Með boltan beint í Callum. Fær hann aftur. Orri. Parlov. Og Parlov aftur. Ég er alveg virkilega hrifinn af þessum Parlov. Hann er búinn að koma ágætlega, bara mjög vel inn í þetta framlið. Já, kraftur í honum. Það var að skipting og það er Elvar Árni Aðalsteinsson sem kemur á velli.
Og inn á kemur annar Húsvíkingur, Ásgeir Sigurgeirsson. Leikmaður nummer 9, Elvar Árni Aðalsteinsson. Inn á kemur leikmaður nummer 8, Ásgeir Sigurgeirsson. Fyrsti leikur Ásgeirs, hann er á láni hjá Káa frá Stabæk. Strákur búinn að vera í erfiðum meiðslum. Hann kom tilbaka sterkur eftir crossbandslit. Hann var að gera fína hluti í vetur. Og ég held að þessi leikur henti honum mjög vel að koma inn á þreytta hæga varnarmenn framara. Hann er með hraða. Hann er með gríðilegan hraða. Framann rétt að lenda miklu vandræði með hann síðustu mínútur. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Og Abló virðist vera orðinn mjög þreyttur þarna upp á topp. Það eru 78 mínútur liðnar að leiknum. Til enn kemur honum á Dino, fær honum yfir á Ingiberg. Orri, Gunnlaugur frýr á miðunni, Orri kemur honum upp á engan. Ásgeir kemur sér í boltan, kemur honum á Hallgrím sem missar hann á Júræ. Nær honum, Almar. Nú er Ásgeir tilbúinn í að hlaupa. Hrannar kemur utan á. Hrannar utan á. Fáum kross. Og lengi kemur hann á vinstri. En Framarar komið sér frá. Trínis fyrstur á staðinn. Arsi. Fyrst ekki leiðilegt að skila boltanum. Guðmann á Callum. Callum ætlar að fá hann upp en Ásgeir vill hlaupið, Callum vill í fætur. Vel gert hjá Ásgeiri. Orri ekki sáttur við boðið á samherjum sínum. Og Káa menn vinna innkastið, vel gert hjá Hallgrím. Óskar Braga lappar að varamönnum og ætlar að finna sér eitthvað varamann til að sitja inn á. Og hvað eru að fara að gera? Hvað hefur Óskar í pókóninu? Óskar er að kalla á Hornspyrna. Baldvin Ólafsson. Bassa. Það er El Bass, bakvörður. Hann er Callum, hugsanlega. Nei, ég rekna nú ekki með því. Ég ætla bara ekkert að giska á hvað er að fara út af. Nei. Þessi skipting kemur óvart þarna. Ára Hornspyrna. Ekki nema Hrannar sem meiddur. Fín hreyfingin í bóksinu og hann kemur og það er Stefano sem að étur hennar bolta. Eitthvað samstöð. Og slagsmál. Aftur verða allir brjálæðir. Enn og aftur er það Guðmann Þórisson sem er miðpunktur. Þeir virðast bara að hlaupa saman. Guðmann virðist bara hlaupa á Ingiberg. Ekki er ekki Ingibergur sem lá. Jó. Markmaðurinn Stefano eitthvað að könga sér. Það eru fréttir að Breiðholtinu leiknir komin í 2-0. Það eru Þórsarar sem fá rautt spjald að auki. Ef við grátum það ekki. Og leiknir Fáskursfirði að minnka muninn á Selfossi. 2-1. Það var Agnar Darri sem fær rautt hjá Þór. Það var Elvar Páll Sigurðsson, fyrrverandi KA-maður sem skoraði fyrra marki Leiknis og Atli Arnarsson sem skoraði á víti. Annar marki. Það er ekki lögið að fara yfir úrslit í öðrum leikjum.
Í dag er leikið á 4 stöðum í fyrstu karla og í kassadeildinni. Fyrir dag var það Huginn sem bar sigurinn á Fjarðabyggð á útivelli 2-1. Það er leikurinn ennþá stopp. Leiknismenn eru 2-0 gegn Þór í Breiðholti og Selfyssingar 2-1 yfir á heimavelli gegn Leikni Fáskrúðsfirði. Leikirnir eru, já, svona 85-87 mínútur. Þá virðist leikurinn virðist vera að koma af stað. 82 mínútur segir klukkan. Stefán með markspyrnuna. Það er Ingibergur er ennþá út af vellinum. Treyneits og Davíð kemur honum aðeins upp til en vinnur boltan. Búabló. Það eru 3 að huga Ingibergi hérna hliðin á markinu. Já, erfitt að sjá hvað, er það höfuð eða Helgi sjúkraþjálfari KA er komin á svæðið og hjálpa til. Pavlov dettur inn í miðvörinn á meðan allavega. Ára til en reynir að koma honum upp á Búabló sem að á ekki möguleika, virðist vera orðinn virkilega þreyttur. KA kemur sér í stuðspil sem hefur búin að vera ganga ágætlega núna síðustu 20 mínútur. Framhaldar undirbúa skiptingu, þetta ekki fyrirhandi KA-maður að koma inn á þarna fyrir Ingiberg líklegast. Hafþór Þrastarsson. Ekki Hafþór að gera sér líklegan. Og Halldór Hermann mögulega líka fyrir KA. Sjúkraþjálfarinn. Hérna kemur Guðmann Geysist upp. Minnir á Boris Lumbana þegar hann var hérna á KA Eurovision stjörnuna. Kemur honum á Hrannar. Kross inn í og hér er Júra í kjörstöðu Grímsi. Verða kláta. Frábærlega vari á Stefano. Hann bara lengdist og lengdist og lengdist. Vel spilað hjá KA. Grímsi með svona skot í skrifinu. Skiptingar hjá báðum liðum. Það er Elbas og Hafþór Þrastarsson. Varnarsinnaður. Þetta er svakaleg varsla hjá Stefano. Setti fingurgómana í boltan. Hrannar af velli fyrir Baldvin. Og Ingibergur út af og Hafþór Þrastarsson inn á. Þeir knúsast þarna, Guðmann Þóris og Hafþór Þrasta, þetta báðir uppaldir F-fáingar. Einmitt. Nema Guðmann. 15, Ingibergur Ólafur Jónsson og inn á kemur leikmaður númer 20, Hafþór Þrastarsson. KA-menn gera einnig breytingu á sínulegin. Þá kemur hornspyrnan, Alman með spyrnuna. Hún er heldur utalega og Framarar komast inn í smá upplöp en Júra er sterkur tilbaka. Kallum skilur hún væntanlega aftur á Rækó. Rækó með hræðilega spyrnu upp völlin. En Ingólfur var rangstæður. Sleppti að fara í boltan. Parlov. Kemur hún tilbaka, fín pressa frá KA. Ásgeir og Hallgrímur þarna fremstir. Stefano þarf að hreinsa hann upp. Treynis vinnur hann. Arnar Sveinn sterkur. Parlov kemur hún skemmtilega gert. Kemur hún henni upp á Arnar og Arnar kemur hún á Búabló. Og hann leitar á skotinu. Hann finnst leiðilegt að hafa boltan. En það kunnar bara skjóta. Það fyrir að vera blindur á öðru augun, hann sér bara ekki vinstra með þessu. Þetta er hræðilegt, búið 3 sénsar sem hann hefur fengið til að koma boltanum frá sér. 3 færi. En leitar alltaf sjálfur, hérna kemur Ásgeir, 1 á 1 á Hafþór. Hafþór er öskufljótur. Nær boltanum, kemur honum í innkast. Ekki góð innkoma hjá Ingibergi, hann kemur inn á í 0-0 út af 20 mínútur setna í 3-0. Tæpar 3,5 mínútur eftir að leiknum, venjuleg leiktíma. Kallum ykkastið. Grímsi heldur honum vel. Hann leitar væntanlega í skot, nei.
leitar að sendingun Ásgeir sem að virðist fyrir mér vera rángstæður og einhverju bast... Nei. Hann horfir á þetta dómarinn. En who gives? Smá klaps þarna í Ásgeiri og Stefano. Og Flottur bolti á Pavlov. Pavlov held að hann sé lífið í frömmurum. Hérna kemur Hallgrímur, hann með Júra og Ásgeir og Almar á hlaupinu. Almar fær hann í hlaupinu og kemur með fínt skot. Stefán á örugur í þessu, lætur hann fara. Það var að þriðja og síðast skipting. Það er Dorri. Halldór Hermann er að koma inn á. Það verður Trinic. Alexander Trinic sem fer á velli. Var vaxandi í leiknum. Hann þakkar öllum fyrir leikinn áður en hann fer út af. Og þá gera KMM breytingu á liðsinu út af fyrir leikmaður nr. 20, Alexander Trinic, og inn á kemur leikmaður nr. 6, Halldór Hermann Jónsson. Kemur vinnuhesturinn Halldór Hermann Jónsson, sjúkraþjálfarinn og meiðslapjessinn. Og plötusnúður. Og plötusnúður. Þeir eru konir báðir inn á. DJ Dorri og Bass. Það tapar aðeins í boltanum. Baráttun henni með Arnar. Gunnlaugur tekur hann. Skrítið að Ingólfur hafi ekki kosið að færa boltana alveg yfir. En þá með hann. Orri ætlaði að koma með overlappið á Arnar en slæmsending. Ásgeir pressar Hafþór Þrastarsson vel og vinnum boltan KMN. Langur bolti upp völlinn, Hallgrímur hérna einn á móti Dino. Ásgeir með honum. Það gerir Hallgrímur, kemur honum yfir Ásgeir og Ásgeir með slagt skot sem að Stefano ver. Þannig að tæknimaðurinn að vera með bara tilbúin að vekka í þér. Tillen með boltan, kemur honum upp í hornið á Puablo, en hann lætur sig falla á Davíð nær boltanum. Hallgrímur hérna í baráttunni og það er vinnuhesturinn Halldór Hermann. Nú erum við 3 á 3. Hallgrímur með boltan. Skæri. Kemur hann út á Ásgeir. Og það er á hægt. Þarna hægði Hallgrímur hægði heldur mikið á sókninni. Nú kemur Bassi með innkast. Það er fréttir að Selfossi. Staðan honum 3-2 fyrir Selfoss. 3-2 fyrir Selfoss. Það er margt búið að gerast. Þá venjulegur leiktími liði, einungis uppbótartími eftir. Er að Framarar hreinsa upp völlinn. KA-vinnan Halldór kemur honum aftur upp en þar var Almar inn í rangstöðunni og skokkar rólega út. Stefano kemur honum á Hafþór. Þriðji miðvörun í leiknum hjá Fram. Og Abló reynir að skalla hann upp á við en þar er engin Framari. Hérna verður Parlof í loftinu. Skallar hann í innkast. Leik lokið í Breiðholtinu. Fyrsti sigur leiknismanna. Leiknismönnum spá annarsæti í þriðja sæti í fótbolta.net. Hérna er Hallgrímur. Hallgrímur fellur. Aukaspyrna. Nánast við hornfóna. Túfa skipar miðvörunum sínum að bíða. Þeir taka þetta stutt. Og sigla sem stigum heim. Halldór Hermann í baráttunni. Halldór Hermann, fyrirverandi leikmaður Fram. Einnig.
Spilaði þar í nokkur ára áður en hann flutti sig yfir í Val. Hann gæti verið einn af leikjæfustu leikmönnum fram inn á vellinum. Já, kom mjög snemma frá Fjarðabyggð. Fylgdi þar Þóroddi Örlygssyni í Fram. Guðmann. 92 mínútur komnar á klukkuna. Callum, hann eru rólegir í þessu. Hallgrímur í baráttunni Hafþór stjakar við honum, hann að Hallgrímur missir á honum. Dino. Þarna Sveinn. Borri þarf að sparka honum vel upp í loftið. Þar er Archie sem hefur verið að vinna mun fleiri bolta hann inn á miðinu heldur en hann var að gera í fyrri hálfleik. Hallgrímur heldur honum, leitar að skotinu, kemur honum hérna út á Bassa. En Bassi passar að boltinn fari ekki út fyrir, nei, hann passaði ekki neitt, hann fór út fyrir. Marspyrna. Leiklúki á Selfossi. 3-2 fyrir Selfoss á móti Leikni Fáskrúðsfirði. Selfossi spáði hvað 10. sæti? Já, þetta er virkilega sterkur sigur fyrir Selfoss. Þannig er langt innkast, Dino skallar hann, K.A. vinnan aftur, Ásgeir með Júra hérna hinum megin. Hvað gerir Júra 1-1? Og hann reynir skot sjálfur, en Stefano verið í markinu. Já, það var fín tilraun hjá Júra. Kannski einum of þröngur skotvikill. Callum búinn að vinna hann aftur, Ásgeir fær mann í sig. Guðmann kemur hann frá. Archie og Halldór Hermann kemur hann frá sér vel. Callum kemur honum upp á Ásgeir, vel gert hjá Ásgeiri. Júra með auðankant, fær núna Orra á móti sér, tjekkar inn, reynir að koma erfiða sendingu upp en Framar hafa svo sem verið í vandræði núna seinni hlutann að reyna að koma boltanum frá sér. Þá er leik lokið. K.A. með vinna góðan sigur á Fram í fyrstu umferð Inkasso-deildarinnar 3-0. Það er Elvar Árni Aðalsteinsson, Alexander Trínic og Almar Ormarsson sem skora mörkin. K.A. maður leiksins hefur valin Archie Nkumu. Ég hef bara tekið undir það svo sem. Já, nokkuð sef. Það var kannski mjög betri í seinni en fyrri, eins og kannski allt K.A.-lið. Já, það var voðalega jafn leikur hjá flestum. Það var enginn sem var að skara beint fram úr en Archie gerði fá mistök, vann marga bolta. Þetta var kærkominn sigur, flott að byrja deildina á því að vinna og sérstaklega á móti kannski svona óskrifuðu blaði eins og framliðið er. Já, þetta er mjög sterkt að byrja mótið á þessu. En K.A. menn eiga næsta leik á þriðjudag næsta. Þar mæta þriðjudag kl. 7 á K.A.-dinum. Þar mætum við Tindastól í Borgunarbíkarnum, önnur umferð. Tindastól gerði sér lítið fyrir og vann hitt K.A.-lið, Dalvík Reyni. Já, í framlengdu leik. Þannig að það verður gaman að fylgjast með. Bara hvetjum alla til að koma kl. 7 á þriðjudaginn á K.A.-völlinn. Já, við stefnum nú að vera með útsendingu líka frá þeim leik. Já, þannig að þetta er eitthvað sem að við vonandi tókst vel og fólk var að taka vel í, þannig að við reynum að halda þessu eins vel og við getum og eins oft. Já. Þannig að ég og Pétur Heiðar við bara þökkum kærlega fyrir okkur og þökkum sem sigri almennilega í kvöld. Klárlega, takk fyrir okkur. Fyrsta markinu hjá Trína bara þetta ljósleitum hérna. Það var akkurat ljósleitum. Já. Akkurat ljósleitum. Ég sá það.